Eitt frægasta leikrit heims, Hamlet eftir Shakespeare, gengur í endurnýjun lífdaga í Borgarleikhúsinu í kvöld, þar sem ný uppfærsla Kolfinnu Nikulásdóttur verður frumsýnd. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er í Borgarleikhúsinu. Greta, hvernig eru taugarnar svona rétt fyrir frumsýningu? Það er eiginlega bara mest að furða hvað fólk sviltu slagt hérna. Það er eiginlega bara alltaf að verða klárt. Þetta er náttúrulega, eins og þú segir, eitt af frægustu verkum leiksögunnar, þannig að það er ekki verið að ráðast á garðinn þar sem hann er læstur. Hjá mér er leikstjóri verksins, Kolfinna Nikulásdóttir. Hvernig er að takast á við svona stórt verk? Herðu, það er bara rosalegt. Þetta er bara rúss í banni. Þetta er búið að vera það skemmtilegasta sem ég hef gert. En líka eiginlega það erfiðasta, sko. En það talsveit eftirvænting fyrir þessari sýningu eða hvað? Jú, miðasalan bara er að springa. Theodóra hefur ekki lent í öðru eins bara síðan hún byrjaði að vinna hérna í Borgarleikhúsinu. Það bara, síminn hættir ekki, sko. Og ég menna, þetta er Shakespeare og Kolfinna Nikulásdóttir í eina sæng, þannig að... Og hvernig taklið þið hérna textan? Erum við að fara að heyra Shakespeare í bundið máli? Já, við erum að vinna með bundið mál, en líka að tvinna saman götumál, óbundið mál og popkúltúr og flökkum svona svolítið á milli. Ég er að vinna með að sko færa fólkinu Shakespeare og svona líta tíðarandan í sjón og raun. En þetta hlutverk, það getur ekki hver sem tekist á við þetta eitthvað? Nei, ég held að sé bara einn Hamlet, sko. Hann er einmitt hérna hjá okkur. Já, og hann hefur reynslu af Shakespeare því að hann er nú bara ekki til rosalangt síðan hann lék Rómeó. Ertu mikill Shakespeare maður? Já, ég myndi klálega segja að ég væri mikill Shakespeare maður. Svona áhuginn kviknaði kannski svona í menntaskóla, þá fór maður að lesa svona þessi helstu dramaverk, sko. Þannig að og já, þetta er annað Shakespeare-verkið sem ég er í og það er bara mjög sérstök tilfinning, sko. Svona dálítið ólíkt því að vera í öðrum leikverkum, að vera í Shakespeare, sko. Og þú ferð kannski með einhverja frægustu línur leikhússögunnar. Ertu með þitt eigið spinn á spurningunum hvers í efinn? Já, ég held að það sé eitthvað sem að hver og einn þurfa að gera upp fyrir sig og ég hef svo sannarlega fundið hann hjá mér núna á síðustu kvöldum að fá fólk í salinn og að finna þá hver efinn er fyrir mér og að þið verður bara að koma og sjá, sko, og ákveða fyrir ykkur. Ég ætla ekki að ákveða fyrir ykkur, sko. Nei, fólk getur ákveðið fyrir sig sjálft hér í Borgarleikhúsinu en við segjum gott í kvöld. Takk fyrir þetta, Greta Sigríður Einarsdóttir.